Það skulle búið til AI okkar, tökum playerinn, gerum Ctrl-D til þess að duplicata hann, fáum hann hingað, renameum hann yfir í bara enemy, gefum honum annað útlit, draugum eitthvað liti á hann og síðan skulum við taka forritið af honum, allt þetta player health, setjum í staðinn AI move. Þá kom forrit þar og við þurfum fyrir AI okkar þurfum við að fá hérna skot. Þannig að við búum til hérna kubb. Skulum hann niður í eitthvað svona. Breytum nafninu á honum í bara enemy skot og gefðu líka taggið enemy skot. Við þurfum með enemy valin. Fyrst skulum við draga enemy skot inn í prefab mappina. Þá er það komið þar, við getum hentið úr hérna heiminu hérna. Smellum á enemy. Þá getum við dreigið hérna skoti hér, skotstaður, það er þessi hérna staður. Þá ætti það að vera komið. Gæti verið mögulega eitthvað sem við þurfum að breyta. Já, okkar kall ekki að gera neitt. Og af hverju er það að gerast? Það er að því að hann er að forritið er að leita tagg sem heitir player. Þannig að veljum playerin okkar, gefum því taggið player. Þá sjáum við að það er eitthvað merkilegt að gerast hérna. Þessi skot virðast ekki að hreyfast, þannig að þau þurfa að fá rigid body. Þannig að við fyrir í enemy skot, fyrir í add component rigid body. Prófum að gera þetta aftur. Sjáum svolítið merkilegt sem gerist er að þessi byssa snýr eitthvað hálf afstanlega. Þannig að sem við þurfum að gera hérna er að við þurfum að skoða henni mið. Við þurfum að taka þessa byssu hérna og snúinni. Þannig að við ætlum bara að rótættina og fyrir hérna í usulunnið, snýði þessi 90 gráður og setja þetta bara hérna allt saman í 0 hæð. Það er byssuna hérna út. Skotstæðurinn ætla ég að endurstilla og setja hann hérna aðeins fyrir framann. Ég get horta á þetta frá hlið. Eitthvað svona. Þessi byssa er alveg klunnalega langt út. Og hérna fyrir kannski aðeins svo hratt. Þið getið stillt það.